Já, mér finnst þetta bara ekkert ganga. Ég er búinn að vera með hann hausbóka í 20 ár. Ég er svo hræðilega ljótur. Ég veit ekki hvað ég á að gera. Já, þú segir nokkuð. Nú ert þú búinn að vera hjá mér í 3 ár. Og ég held að það sé kominn tími til að stíga skrefið, Ellert. Er ekki kominn tími til að taka hausbókana? Er það? Treystu mér. Hvað með reykingarnar? Hefur ekki hugsað að hætta að reykja? Föstudagurinn 1. október 1999. Allt með kyrrum kjörum hér í Viðey. Engar óeðlilegar mannaferðir. Allt tíðindalaust. Undirritaður byrjaði daginn á því að hreinskrifa skýrsluna sem hann skrifaði í gær og sendi á myndsendinum til höfuðstöðvuna í Reykjavík. Annars allt tíðindalaust. Klukkan 14:02 sótti undirritaður Inga Valtýsson húsvörð heim. Undirritaður varpaði fram þeirri hugmynd enn á ný að hyggja forvarnastarfi hér í Viðey og halda sérstakan hjóladag, eins og tíðkast í öðrum umdæmum. En Ingi kvaðst ekki nota hjólið það mikið að það tæki því. Undirritaður krafðist þess hins vegar að fá að skoða hjólið hans. Undirritaður benti honum á að framlugtin var í óvirk og gaf honum 2 vikna frest til þess að bæta úr því. Þá lagði undirritaður strangt bann við því að hann notaði hjólið þangað til hann fengi sér öryggishjálm. Undirritaður skrifaði skýrslu heimsókn sína til Inga Valtýssonar húsvarðar og nótiraði hjá sér viðvaranir sína til hans varðandi reiðhjól í hans eigu og notkun öryggishjálms. Árangursríkur dagur hjá lögregluembættinu í Viðey. Hvað er það að gera? Hlustaðu. Hvað? Segðu að það heyrist öðruvísi þú lemur hérna. Heldur hún hérna? Heyrðu munnin? Nei. Þetta er heillandi maður. Jæja, þetta er hann Máni. Hann er að byrja hérna hjá okkur á deildinni. Ég er svona að koma honum inn í málin. Hæ, hæ. Þetta er sem sagt kaffi aðstaðan okkar. Hérna, ekki rassamælið í fólk hérna inni? Ha, nei, nei. Nei. En þið gerir það samt? Já, við notum nú yfirleitt munnmæla ef við þurfum að mæla sjúklingana. Já, já. Ég sá mjög góða grein í tímariti þar sem sagt er að rassamæla sé miklu nákvæmara en hinum mælanis. Já, já, heyrðu, við skulum koma hérna inn og kíkja þessu sjúklingana. Já. Jæja, þetta er hann Sæmundur. Hann var með gallsteina og er búinn að liggja hérna hjá okkur í 2 vikur. Já, já. Þú ert búið að rassamæla hann. Ha, nei, nei, það þarf ekkert. Já. Hann var þessi heitur. Ég meina, er ekki öruggar að rassamæla hann? Ég meina, nú tala ég bara sem leikmaður. Nei, nei. Nei. Er búið að mæla þig? Já, ég er hitalaus. Já. En var það gert með rassamæli? Nei. Nei. Það er ekkert að marka þessa munnmæla. Heyrðu, það
Það vill svo vel til að ég er hérna með rassamenn. Bara leggstu hérna á hliðina. Ég skal bara sjá þetta. Ég er búinn að rassamala alla á deildinni tvisvar og það eru allir hitalausir, nema Stefanía gamla, hún er með 2 komur. Svo rassamaldi ég sjálfa mig í leiðinni. Ég er ekki með neitt hita. Svo ætla ég að fara aðra umferð 4 til að vera alveg öruggur. Ég vinn fyrst og fremst að nóttu til. En það kemur fyrir að ég vinni líka á daginn. Þá sérstaklega á virkum dögum þegar fólk er í vinnu. Ég hef þjálfað upp einstaka lagni í að láta ekkert í mér heyrast og ég skil aldrei eftir nein ummerki. Svona gengur þetta koll að kolli hjá mér og ég tek vanalega milli 20 og 30 sokkaskúfur á nóttu. Það var aldrei neitt annað að velja. Faðir minn var í þessu og það bara lá beinast við að ég tæki við. Það skiptir mjög miklu máli að taka ekki pör, heldur bara staka sokka. Elskan, veistu nokkuð annan sokkinn minn? Ég var enga sokka til að fara í, þetta er allt staki sokkar. Af hverju týnist alltaf annar sokkurinn? Það er ekki að ég græði neitt á þessu. Þetta er bara í eðli mínu. Keisarinn klóna sig bara. Getur ekkert klóna sig, hann er cyborg. Þarf ekkert að klóna sig. Og hvað með orðstunum við Groth? Já, það var hann sjálfur. Já, þau voru 3. Já, hann sjálfur, hann í fortíðinni og hann í framtíðinni. Nú, ég held að þetta voru klónar. Þú ert líka rugluhaus. Sælir, drengir. Æjó. Ég var að hugsa um að halda smá teiti í kvöld. Ykkur er boðið. Gera hvað? Spila hlutverkaspil. Star Wars eða Warhammer? Við vorum að hugsa um Dungeons and Dragons. Been there, done that. Ég kemst ekki yfir í stjörnukíkinum. Mars á að sjást í kvöld. Ég hef aldrei séð Mars. Ekki heldur, þess vegna ætla að sjá hann í kvöld. Tekur ekki bara kíkinn með þér? Það myndi allir þar vilja sjá Mars. Ég geta ekki, ég er búinn að stilla honum upp. Það tók marga klukkutíma að reikna út hnitinn. Það eru frávik nefnilega. Já, af hverju? Af hverju? Út af möndust núna ekki jarðar að sjálfsögðu. Ástir og örlög nördanna! En þú, kemur þú í samkvæmið? Já, ég má taka frænda mig með. Mánudagur 7. október. Á eftirlitsferð undirritað sem eina rakst hann á Kvenmannsskó í fjörunni, það bil 300 metra austanmegin við Höfða. Undirritaður athugaði samstundis hvort óeðlilegar mannaferðir eina væri að ræða, en svo var ekki. Undirritaður fór með skóinn til Inga Valtýssonar, húsvarðar, og innti hann eftir því hvort hann þekkti téðan skó. Svo reyndist ekki vera. Undirritaður sendi símbréf varðandi þetta mál til höfuðstöðvanna í Reykjavík til að kanna hvort fyrirspurn téðan skó hefði verið lögð inn. Ekkert svar barst tilbaka. Undirritaður mun því gefa ítarlega skýrslu téðan skó og senda vakthafandi lögregluvarðstjóra. Málið er í rannsókn. Annarsömum degi hjá lögregluembættinu í Viðey er lokið. Heyrðu, elskan. Hefur þú hugsað með eignast barn? Nei, ég er ekki tilbúin í það, maður. Já, verður maður nokkuð tímann tilbúin. Mig langar að miskosta eignast barn. Mér langar ekkert til þess að eignast barn núna. Mig langar. Ekki mig. Hver kannast ekki við þetta vandamál? Annað ykkar vill eignast barn, en hitt vill það ekki. Hvað er til ráða? Kysstu mig. Æ, ég er ekki með smokka. Það er allt í lagi. Ég er með fullt af smokkum. Þessa tegund hef ég ekki séð áður.
Óvirku getnaðarvarnina frá Pregnotrix henta vel þeim pörum sem ekki geta komist að samkomulagi. Þú getur verið vissum að þær virka ekki. Eigum einnig til á lager gagnslausar p-pillur, lykkjur sem leysast upp, hettur með leka og óvirkt sæðisdrepandi krem sem einnig má nota sem handáburð. Ertu samt ekki bara ánægð með þetta? Nei, ég er svona frekar ósáttur við þetta. Ég get náttúrulega ekki kennt þér um þetta. Ég meina, slysing geta það gerst. Hvað segirðu? Þú vilt ekki slá til? Nei, ég get það ekki. Ég er ofsalega skotinn í þér. Þú ert falleg, greind, skemmtileg. Þakka þér fyrir. Ég veit þú ert gift. Við vitum það bæði, þetta er ekkert hjónaband. Þú veist, ég myndi gera allt til að fá að sofa hjá þér. Það gengur ekki upp. Ég get ekki haldið fram hjá manninu mínum. Ég er ekki þannig týpa. Þó mér langi til þess. Sofðu hjá mér í nótt. Þú ert ekki eftir að sjá til því. Nei, ég verð bara að segja nei. Hætt að reyna við konuna mína. Hún vill ekkert sofa hjá þér. Koma. Þessi dagur hefur ekki boðað gott hjá mér. Mætti mann í mislutum skóm. Það var til þess að ég var að taka leið 11 í staðinn fyrir Fjarkan. Þar lenti ég í því að sæti fyrir framan mig var autt, en 3 sætaröðum fyrir aftan mig var gömul kona. Það boðar ekki gott. Var svo fyrir því óhappi að mæta dverg. Og svo hljóp svartur maður í veg fyrir mig. Þá var mér öllum lokið og ákvað að fara heim. Ég hætti mér ekki út úr húsi næstu vikurnar. Já, við keyptum þessa íbúð hérna í Rauðagerðinu fyrir ári síðan og höfum svona verið að gera hana upp í rólegheitunum. Já, það er forstofuherbergi hérna sem ég hef nú hugsað mér sem saumaherbergi í framtíðinni. En meðan við erum að borga afborganirnar þá ákveðum við að leigja þetta út. Já, við höfðum sem sagt samband við fangelsismálayfirvöld og gerðum við á einkasamning að því leyti að við rekum hérna fangaklefa. Já, Baldur skveraði bara upp eitt stykki fangaklefa hérna í forstofunni með rimlum og öllu. Já, ég hef nú bara gaman að því að dutta mig við þetta. Er hann þarna? Já, auðvitað er hann þarna. Hann sleppur ekki frá okkur. Hvað er hann að gera? Hann er að skoða undirfattablað. Já, okkur var boðið að fá skjalafalsara, mann sem var tekinn fyrir ávísunabrask í Landsbankanum. En við vildum miklu frekar fá alvöru fanga, miklu skemmtilega fyrir okkur og bara líka fyrir þá sem að koma í heimsókn og svona. Þannig að við fengum þennan. Hann er ofbeldismaður, rosalega skemmtilegur. Já, við förum mjög nákvæmlega eftir reglugerðinum fangelsi og leyfum hann til þess alltaf að fara út að ganga einn svona dag. Þá lappar hann hérna hringi í garðinum og við svona fylgjumst með honum. Ég saumaði á hann búninginn, 100% bómull. Svo ef hann reynir að sleppa, þá skjótum við svona viðvörunarskotum í kringum hann. Og ef hann stoppar ekki, þá skjótum hann bara í hausinn. Já, hann er auðvitað á sérstöku fangelsisfæði hérna hjá okkur. Ég held að sé bara mjög ánægður með matinn. Allavega er hann búinn að fitna 2 kíló síðan hann kom. Já, það er nú bara refsing út af fyrir sig að þurfa að borða matinn hennar. Góði, láttu ekki svona. Nei, ég er að djóka. Hún er mjög fínn kokkur. Matur! Gjör svo vel. Já, þetta er þrælsniðugt fyrir fólk sem á kannski ekki börn og hefur kannski ofnæmi fyrir dýrum og vill drífa tekjurnar. Já, ég held bara að við séum besta fangelsið á landinu. Nei, ég veit það nú ekki. Já, svo væri rosa sniðugt ef það væri fleiri með svona einkafangelsi. Þá var þetta að hittast með fangana og kynnast og leyfa föngunum að kynnast og já, allavega mælum við með þessu. Ástir og örlög nördanna! Þú teflir á ákaflega skemmtilegan hátt. Takk fyrir og sömuleiðis. Hefurðu stúderað? Nei, ég hef bara lesið nokkrar bækur byrjanir og svo las ég bókina allar skákir Korsnós til að finna rökvillur.
Það voru einhverjar? Já, nokkrar. Nei, annars veit ég ekki mikið skák. Þú verður að fara með drottningun út úr kastalanum. Það þá að fara inn í skóginn. Já. Er kíkirinn tilbúinn? Hann alveg að vera til. Já, ætla svona 1 mínútu og 15 sekúndur. Ég vil minna ykkur á að það gos og snakkin í eldhúsi. Mætti ég fá mjólk? Já, það sjálfsagt. Það bæði til léttmjólk og fjörmjólk. Fjörmjólkin fituminni og svo hún líka vítamínbætt. Skákumát. Það heiður að tapa fyrir þér. Það sjaldan sem maður sér svona skemmtilegan drottningagambínt. Ég fattaði ekkert, starði bara og segir þess 4. En það var nú gaman ef við gætum hist eitthvað seinna við tafli. Já, það sjálfsagt. Kíkirinn tilbúinn. Það var mikið. Nei, það víst á skíðað. Helvítis mannætur! Helvítis mannætur! Þriðjudagur 8. október klukkan 7:30. Eigandi kvenskósins sem undirritaður fann í gær hefur ekki gefið sig fram. Hóf þá undirritaður tafarlausa ítarlega rannsókn á fundarstað í þeim tilgangi að finna einhverja vísbendingu tildrög málsins. Klukkan 10:32 fann svo undirritaður annan kvenskó 300 metrum ofan við fyrri fundarstað. Undirritaður spurðist fyrir umræddan kvenskó hjá íbúa eyjarinnar sem kannaðist við hvorugan kvenskóinn. Klukkan 15:05 hafði undirrituðum hvorki borist svar frá lögregluembættinu við fyrirspurn fyrri né seinni kvenskóinn. Brá þá undirritaður á það ráð að teikna lýsingu af hugsanlegum eiganda skónna. Eftir ummerkjum að dæma hefur eigandinn verið kona á áráðum aldri, meðalmanneskja á hæð en með mjög misstóra fætur. Líklegt að konan hafi gengið örlítið einskeif á vinstra fæti en nokkuð útskeif á þeim hægri, samkvæmt rannsókn undirritaðs á slitfleti skónna. Við nánari rannsókn kemur í ljós viðgerð á hægri skónum sem ódýr ítalskur samkvæmisskór og bendir það til þess að eigandinn hafi verið litlum efnum búinn eða nokkuð gefinn fyrir samkvæmislíf. Milli klukkan 18:30 og 21:50 sendi undirritaður alls 62 símbréf með mynd og lýsingu af hugsanlegum eiganda skónna á vel flesta skemmtistaði, veitinga og samkomuhús landsins. Rannsókn málsins telst því í fullum gangi og verður haldið áfram næstu daga. Jæja, þá erum við öll saman komin hérna, systkinin, ásamt mögum. Og við vitum náttúrulega öll hvað liggur fyrir. Það vandamálið, hvað á að gera við afa? Já, kallinn, hann verður bara alltaf ruglaður og ruglaður eftir að amma dó. Við erum í smá vanda núna. Það eru bara 2 leiðir færar. Annarkvort að eitthvert okkar taki hann að sér eða þá að setja hann á elliheimili. Já, ég tek það bara ekki í mál, sko, að hafi fara á einhverja stofnun. Getur þú tekið hann að þér? Nei, ég í allt of lítilli íbúð. Stefán, nú ert þú í stóru húsnæði. Já, en ég bara svo lítið heima. Það enginn til þess að hugsa hann. Svo ég fari til Noregs í maí og verða þar allt sumar. En Gunna, hvað með ykkur? Nei, við þorum það ekki. Vegna barnanna. Hann bara orðinn svo ruglaður kallinn. Það myndi aldrei ganga. Sjálf erum við ekki tilbúin í það. Sérstaklega eftir að Davíð veiktist.
Já, ég sé þá ekki annað en að við verðum að setja hann á heimili. Já, mér líst illa á það. Það virðist vera eina leiðin sem er fær. Ég er kannski með hugmynd sem að gæti hentað okkur. Já. Hvað með að fara með hann eitthvað út á land og skjóta hann? Skoða náttúruna? Já, minn. Nú skulum við hérna. Þetta eftir eitthvað? Já, resta hérna við þetta. Þetta, já. Skoða náttúruna. Já. Það er nú svo gaman. Já, veðrið er svo fallegt og gott. Já. Herðu, jæja, stoppum nú hérna. Hérna getur sjöð, skoða steinana. Já, skoða steinana, ganni mínu. Já. Ég skal gera það. En að setja hann bara á elliheimili. Ekki missa af næsta þætti af Fóstbræðrum. Komstu dópinu í gegnum tollin? Kíktu í töskuna og sérðu það sem þú vilt sjá. Varstu ekki stoppaður? Sko, málið er að halda þessum gæjum hrættum. Hrætt lögga er þæg lögga. Yeah!